Gjörðu svo vel. Já, komið sæl og velkomin á 28. fund íbúar á Grafarvogs, haldinn 2. mars í þjónustumiðstöðinni á Gylfaflöt. Fyrst á dagskrá framtíðarskipan íþróttastarfs í Vogabyggð, Bryggjuhverfi og Ártúnsvaða, þetta til kynningar. Og ég býð sérstaklega velkomna gesti á fundinn, það eru Hjálmar og Ómar frá borginni og Guðmundur frá Fjölni og síðan Bjarni Þór frá Bryggjuráðinu sem tengst þessu honum líka. Ég veit ekki hvort að þið viljið byrja, Hjálmar eða Ómar, með einhver smá kynningu á þessu ferli. Já, takk fyrir að bjóða okkur á fundinn og það er bara mjög ánægjulegt að fá tækifæri til að skýra einmitt ferlið út. Og þetta hefur tekið langan tíma af því að við vildum vanda okkur í menningar, íþrótta og tómstundaráði og við höfðum reyndar reynslu af því að þegar það kom til álita hvað íþróttafélag fengi þarna Safamýrasvæðið og þá var svona mótuð ákveðin svona aðferðafræði sem fólst meðal annars í því að þau félög sem voru næst liggjandi, Valur og Víkingur, það voru held ekki fleiri, sem að komu á okkar fund og kynntu sínar hugmyndir það sem sagt hvernig þeir sæju fyrir sér starfsemi á þessu svæði í Safamýrinni. Og eftir að við hafa farið svona vandlega í það, þá var það ofan á að Víkingar voru valdir og það var beitt svona svipaðri aðferð í þessu tilviki. Þarna voru 4 félög sem eru svona næstliggjandi, Fjölnir, Fylkir, Ármann Þróttur og Víkingur. Talsmenn þessara félaga komu allir á okkar fund og voru allir með ágætar kynningar það hvernig þeir sæju fyrir sér starfsemi á þessu og auðvitað lögðu við heilmikla áherslu á barn- og unglingastarf, það þarf alveg að taka það fram. Og eftir, ég man ekki alveg, þetta var ábyggilega inn í 10 fundir þar sem að þetta var rætt fram og tilbaka. Og síðan fengum við, til pólitíska ráð, fengum við annars vegar ITR, það er að segja sviðið, til að koma með svona álitsgerð sem að þau gerðu, það sem voru, í þeirri álitsgerð voru svona metnir styrkleikar og veikleikar hverrar umsóknar fyrir sig og út úr því þeirri yfirferð fékkst ákveðin mynd og IBR var síðan komið ákveðna álitsgerð og að fengnum þessum álitsgerðum frá þessum 2 mikilvægu stofnunum íþróttastarfs í borginni, ITR og IBR, að þá var það ofan á eftir mikla vinnu og bollaleggingar að Ármann Þróttur fengju þetta svæði, það er þessi Vogabyggð og Höfðabyggð og þegar framlíða stundir, því að þetta nú ekki beint að gerast á morgun, það nú svona alllangt þar til allavega verður uppbyggingu, verður lokið í Höfðabyggð og kannski líka á landfyllingunum í Bryggjuhverfi, að þá skiptist þetta þannig að Fjölnir verður áfram með Bryggjuhverfið þangað til að hefst skólastarf á því svæði, því að það eru nú að koma þarna inn í 3 skólar, minni mig, Safnskóli og 2 grunnskólar ef ég man það rétt og þannig að og þetta var þverpólitísk ákvörðun og ég held að hún hefur verið líka í borgarráði. Ég reyndar ekki í borgarráði, þannig ég man það ekki. En Ómar, þú vilt kannski svona skýra þetta út betur? Já, við svo í framhaldi af þessu þegar ráðið var að fara yfir þetta í lokin þá var ákveðið að tengja inn í framtíðina
aðeins meiri framtíð og önnur hverfi þannig að það var tengt inn þannig að Keldnasvæðið yrði eyrnamerkt Fjölni þannig að það ekki látið vera fyrir utan þessa umræðu því það hafði verið það áður í umræðinu og í gögnum sem var verið að skoða þannig að það var sett inn þannig strax og svo var náttúrulega líka kannski aðeins verið að horfa á 2 önnur atriði bæði af hálfu okkar og IBR það voru svona mannvirkjamál og samgöngumál sem var tekið inn svolítið mikið líka inn í umræðuna. Alveg rétt, þetta var mjög góð svona grunnvinna sem að ráðið vann fyrir okkur í ráðinu og við fengum meðal annars kort af borginni þar sem að voru töluð það hvað margir íbúar væru á hvert íþróttafélag sem orði komast og svo voru auðvitað eins og ómanefni þá ósaldið þungt samgöngur af því að það er náttúrulega ekki gott ef að börn og unglingar eða hver sem þarf að ganga yfir miklar umferðaræðar og eins og þið sennilega vitið þá stendur til að setja, það er stundum kallað vistlok yfir hluta Sæbrautar og þá tengjast Vogabyggðin gamla og nýja þannig að það verður leikandi létt að fara þar fótgangandi. Þannig að það voru ýmsir þættir teknir inn í þetta mat. Já, takk fyrir þetta. Ég veit ekki hvort að hafi ekki vorið laus hvort að Bjarni frá Bryggjuráðinu hefur eitthvað við þetta bæta, hvort þetta hefur verið rætt í Bryggjuráðinu eða? Já, sko, okkur hugnast þetta sem að farið var yfir hér mjög vel og það er þannig að Ragnar Harðarson sem verkefnastjóri hjá Reykjavíkurborg, hann var gestur hjá okkur, hann ekki verkefnastjóri félagsauðs og frístunda, manni það ekki rétt, að hann var gestur hjá okkur á síðasta aðalfundi sem var haldið núna fyrir mjög stuttu síðan og þá kynnti hann þetta svona lauslega og það er auðvitað þannig að eins og Hjálmar nefnir að Bryggjukverfið mun teygja sig langleiðina að Vogahverfinu. Samlegðin í þessari stoðþjónustu er augljós þegar kemur að einmitt sem hann nefndi safnskóla og svo framvegis. Þannig að ég held að börnin munu njóta góðs af því að þarna verði miðpunktur og svona staðsetning til útivistar og íþrótta og auðvitað eðlilegt að taka mið af skólastarfinu í þessu samhengi. Þannig að við auðvitað bara horfum björtum augum til þessara þróunar sem eru auðvitað mjög spennandi og Bryggjukverfið er allt saman að taka breytingum. Þarna í vesturhluta hverfisins rísa núna íbúðarhús, það sem áður var grófur iðnaður sem auðvitað er bara verið að koma fyrir á stað sem er miklu heppilegri fyrir þann iðnað. Og í staðinn rís blómleg byggð þarna í hverfinu og fjölskyldur að mæta til leiks. Þannig að við erum afskaplega bjartsýn þegar að kemur að þessari þróun allri. Nú þarna ríkir einfallega mikil dýnamík og svona góður andi í dag. Fólk sér hverfið verða því sem að til stóð og auðvitað er þetta starf íþróttanna og skóla ákaflega mikilvægt og mikilvægt að horfa til framtíðar. Það er alveg rétt sem Hjálmar segir. Þetta er ekki eitthvað sem er að gerast á morgun, þetta tekur allt sinn tíma, en það er mikilvægt að leggja á ráðin snemma þannig að þetta starf allt saman sé vel ígrundað og njóti sín fyrir fram í sækir. Já, ég vil kannski bæta við og Ómar hjálpa mér að við tókum þetta mjög alvarlega með skólana, samhengi skóla og eða skólahverfa og íþróttastarfs. Það var eiginlega svona grunnpunkturinn í loka umræðinu í ráðinu, það var þetta með skólana. Þeim fannst kannski pólitíkusunum að við Steinþór og aðri varum kannski ómikið að horfa á mannvirkjamál. En það kom síðan inn þessi mikla umræða skólamálin sem var svona styrkti þessa umræðu á svipuðum nótum og Bjarni Þór að tala það. Já, svo er auðvitað mikilvægt líka að horfa til þess sem við búum við í raunheimi eins og Hjálmar nefndi, það er hvernig umferðin liggur, umferðaræðar, þungu umferð og svo framvegis.
en þeir sem að hafa vel tifandi Fjölnishjarta geta auðvitað leyft því að tifa í einhver ári viðbót. Þetta ekki gerast á morgun eins og við nefndir. Takk fyrir þetta. Ég veit ekki hvort þegar Guðmundur, vilt þú fá orðið eða viltu? Já, ég var til í að fá orðið. Gjörðu svo vel. Það rétt hjá strákunum að við fengum að fara í 4 ára samkeppni í fyrra, þarna ykkur 4 félög og höfum ekkert heyrt af henni. Það átt að fara yfir alls konar hluti eins og þeir segja, þeir hafa fundað mikið og farið yfir fjárhagslega atriði, skóla, samgöngur og íþróttafélög og allt svoleiðis. Við vitum náttúrulega ekkert hvernig þeirri einkunnagjöf hún fór fram. Nú kannski í fyrsta lagi þá fyrir bara með samning við borgina sem segir að við okkar þjónustusvæði Grafarvogur og þetta Grafarvogur, þetta borgarhluti 8 í Reykjavík og það öllum ljóst að þannig það. Þannig að það miklu smartara að menn hefur komið að við erum nýbúin að skrifa undir samninginn. Að menn hefur bara komið og sagt við ætlum að breyta samninginn, það eitt honum. Og við sendum svolítið bréf 31. janúar, þannig að það engin svör við því. Þannig að við náttúrulega bara vitum ekki rétt, við lítum að þetta bara svona pínu svindl sko og við erum í Bryggjukverfi búin að vera í 20 ár. Þannig við erum að þetta félag fyrir utan þetta, við erum þarna búin að vera í 20 ár. Og svo, þú veist, eins og IBR kom að það með aðpunktur þeirra væri að höfuðstöðvar Ármann færi hugsanlega uppbyttir. Ég ekkert að sjá að höfuðstöðvar Ármann sé endilega að fara uppbyttir, það var svo eiginlega tekið tilbaka í ITR. Fundargerðin þar sem var sagt að það skyldi bara skoða hvort það hagstæðara og síðan spurning mannvirki. Við teljum okkur eiga töluvert andrými hér í þeim mannvirki sem við sitjum í. Þannig ef að fjárhagur skipti borgin einhverju máli þá hefði verið mjög fróðlegt að sjá þá útreikninga nema menn ætla að byggja stórglæsilegt mannvirki þarna frá. Það auðvitað. Ef það nóg til þá var það svo sem ekkert mál. En það ekki tilfinning okkur sem með ekki íþróttafélög það sé nóg til að peningum. Við bendum nú bara á síðustu grein frá Jóni Arnari þarna niður í Laugardal, menn ekkert greinilega rosa sáttir þar. Þannig að okkur kemur þetta svolítið á óvart og lítur svolítið á þetta svona sem sennilega bara löngu tekin þessi ákvörðun fyrir löngu síðan. Svo hafa við ekkert að gera með faglegan part eða neitt, bara einhvers konar pólitík og okkur finnst það svo. Já, ég kannski aðeins bara rétt bæta við ef að Guðmundur búinn að svona perspektíf sko okkar í Bryggjukverfinu þannig að við viljum alls ekki vera að styggja neitt eða valda neinum vonbrigðum eða taka afstöðu með einu íþróttafélagi frekar en öðru. Heldur við meira að horfa til aðbúnaðar sem að hægt að móta og mynda og við erum ekki að horfa til þess hvort það heitir Fjölnir eða Ármann eða Þróttur endilega. Heldur að aðbúnaður fyrir börn sé góður. Ég sé það fyrir sem við lögum upp að aðbúnaður fyrir börn sé þarna góður. Ég ger ráð að menn myndu byggja einhvers konar sali kringum skólan. En við sáum fyrir okkar keppnisaðstæðan hér. Af því við einhvern veginn sjáum þetta þannig að menn hljóta þeirra að vera hagkvæmir. Ég ger ekki ráð því að borgin vilji byggja mannvirki eins og í Bjúlasafdal hér í hver einasta hverfi. Þannig að við sáum fyrir okkur, þú veist, þá getum við sýnt börnum í báðar áttir. En keppnisaðstæðan væri komin hér og tilbúin, því að hún líka dýr. En þeir sjá því þetta öðru sín, ég veit ekki. Takk fyrir þetta, ég vilja því bregðast við eða ég var að fá... Já, ég verð nú aðeins að því að sko, mér fannst það svolítið stórt orð svindl og pólitík og svona, þetta pólitík í þeim skilningi að það eru kjörnir fulltrúar sem að taka endanlegu ákvörðun. En við tókum það mjög alvarlega að fara nákvæmlega yfir öll þau gögn sem að við fengum og öll félögin fengu sitt tækifæri til að kynna sína framtíðarsýn. Fjölnir var með mjög góða kynningu, það engin launung á því. En ég bara held í statusuðu fram að þetta var á allan hátt faglega unnið. Og pólitíkin var ekki meiri, eða allavega flokkspólitíkin var ekki meiri en svo að þetta var þverpólitísk samþykkt og það var bara byggt á einhverjum faglegum grunni. Takk fyrir þetta. Nú orðið laust, með spurningar eða? Já, það hefði verið alveg smart að sjá þá bara einhverja niðurstöðu. Það sem hefði bara sagt, þú skorar svona hér og þessi skorar. Þetta náttúrulega að gera þetta svona, gerum þetta ekkert annað en að pirra alla.
hætti. Það að byrja félag sem ég finnst ekki sem eiga neitt rétt með þessu. Það hefði verið smart að fá eitthvað kynningu af því. En það í rauninni ekkert mál held ég, Ómar, að sem sagt yfirferðin sem ITR gerði, það sem voru metnir veikleikar og styrkleikar, öll félögin höfðu styrkleika, öll félögin höfðu einhverja veikleika í þessu mati ITR og ég held að er það ekki hægt að sýna það? Já, það sjálfsagt mál að sýna það. Er það ekki bara góð lausn að Fjölnir fái þessa kynningu, þessa niðurstöðu og geti skoðað hana? Jú. En orðið lausn eða einhverjum fleiri vilja eitthvað tjá sig þetta mál? Já, ég vildi nú bara komin aftur staða eins og framkom hjá ykkur og þetta breytist ekki fyrir það komin grunnskóli í Bryggjukverfið. Þessi mín hugsun var svona fyrst og fremst á síðasta fundi væri það að það væri aðskilnaður á milli skólagöngu og íþróttafélags fyrst þegar þetta var kynnt, en núna þegar verður komin skóli í Bryggjukverfið þannig að þá er hópurinn sameinaður og þessi hópur fer þá og bara sér nákvæða stað þannig að mér finnst þetta allt annað landslag og þetta, ég held að þetta og ef að Bryggjukverfið kemur í framtíðinni til með að tengjast og að byggja höfðakverfinu eins og lítur út fyrir núna, þá erum við svona, þá er búið að afskilja okkur svolítið frá Grafarvogi, þá er komin svolítið annar vinkill á þetta allt saman. Já, takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Anna, gerðu svo vel. Það sem ég langar svo að vita, því að þið tala samgöngur, ég náttúrulega ekki að þú ert upp á Höfða og keyrir hingað upp í Grafarvog, það ég veit alveg að börnin ekki að fara að labba á hvorugan staðinn og ég hefði einmitt haldið að það væri öruggari leið hingað upp eftir því að það minni umferð heldur en niður í bæ. Eða á kannski að flytja eins og að vera að tala í fréttunum í dag, Þróttarasvæði. Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja tjá sig, kannski áður þið svara eða þið viljið... Kannski bara að skjóta inn í, ég skildi þetta þannig að þetta starf Þróttar yrði þarna á þessu svæði þar sem að skólinn yrði og þar sem að hverfin tengjast, bara því að hún kemur inn á þetta á að færa Þrótt. Ég skildi það þannig að þarna ætti að framlengja og teygja svo út í samfélagið og hafa einhverja starfsemi þarna á því svæði sem ræðir. Takk fyrir það. Það er jafngóða samgöngur hingað eins og þar, því þú þarft að fara bara út þess að komast Bryggjukverfið niður í Vogabyggð og þú þarft að komast yfir. Við erum að taka þessi börn núna með strætókerfi gegnum Hamra og Folda og Húsakverfi. Sáum fyrir ykkur að það verður sennilega lítið mál að fara upp eftir Krossmýrartorgið að þessum skóla og þar yrði það sjálfsögðu mannvirki. Í keppnisaðstöðu. Ég hef aldrei heyrt að Þróttur ætla að fara upp yfir með sína aðstöðu neðan á Laugardal, en það getur vel verið að það verði þannig. Ég var bregðast við? Já, gerðu svo vel, hvað er endilega við? Fyrstulega stendur ekki til að Þróttur sé að fara með sína aðstöðu þarna upp yfir. Og ég skýrði nú út þarna áðan í sambandi við gönguleiðir, af því það er æskilegt að krakkar geti gengið í skólan og gengið í íþróttafélögin þó auðvitað sé það misjafnt sem sagt bara hvar fólk býr, hversu löng sú vegalengd er að þessi brú eða þetta vistlok sem að fer yfir Sæbrautina frá í rauninni Miklubraut og að Kleppsmýrarvegi að það mun breyta auðvitað mjög miklu og þetta eru ekki einhverjir svona draumórar, þetta er bókstaflega að hluta til fjármagnað og í samgöngusáttmála sveitarfélagana og ríkisins. En viljið þið bæta einhverju við í sambandi við þessi samgöngumál? Nei, það kemur fram á þessum kortum sem voru gerð og frá skólaskrifstofunni varðandi skólana og samgöngur og borgarlínan fer frá Glæsibæ og í rauninni gegnum Laugardalinn og upp með Suðurlandsbraut og svo yfir Elliðaárnar rétt hjá Elliðaárbrúnni og upp á Krossamýrartorg.
sama borgarlína fer nákvæmlega beint frá Krossamýratorgi upp í Eiríksvöll. Já. Já, einhverju fleiri sem vilja sjá sig eitthvað þetta mál? Valgerður? Já, ég bara þakka ykkur fyrir að koma á fundinn. Mér finnst þetta pínlegt að Fjölnir fái þetta samtal í gegnum þennan fund og þetta ákall okkar í raun og veru það að fá samtal við okkur. Því Fjölnir sendi vissulega bréf sem ekki hefur verið brugðist við frá borginni. Hver svo sem ástæðan var við því, ég veit það ekki. Og eins og Guðmundur kemur inn á þá er ekki búið að útskýra fyrir Fjölnismönnum bara ástæður þess, af því eins og hann segir það var farið í fegurðarsamkeppni og vissulega þá er Fjölnir að verða undir þeirri fegurðarsamkeppni og við erum að tala um Laugardalinn og við erum að tala um Grafarvoginn og svæðið þarna á milli, það er alveg hægt að þjóna því líka frá Egilshöllinni, alveg eins og héðan. Þannig að þetta er ekkert annað en pólitískar ákvarðanir og hvernig við tökum þær er náttúrulega bara undir meirihlutanum í Reykjavík komið. En af því þið talið svo mikið að þetta velti svo mikið á þessum samgöngusáttmála og þessari framtíð sem er að fara að raungerast, eins og þú segir Hjálmar, að þá er samgöngusáttmálinn og undirstöðu þess að við getum staðið við hann, það að það verði uppbygging á Keldnalandinu. Þar hefur Reykjavíkurborg dregið lappirnar af því þetta er gríðarlega dýr fjárfesting sem við erum að fara í þarna varðandi borgarlínu og fleiri samgöngumannvirki í borginni. Og það er ekkert fyrirhugað og ekkert skipulagt þrátt fyrir lífskjarasamning og að ríkið hafi hent þarna Keldnalandinu í púkki til að greiða fyrir þessa uppbyggingu. Reykjavíkurborg hefur dregið lappirnar, þannig að ég sé ekki hvernig þetta réttlæta þetta með þessum orðum. Það finnst mér skrítið og mér finnst svo furðulegt að það sé verið að rjúfa hérna. Það eru 3 félög hérna í Austurborginni. Við erum með Fylki, við erum með Fjölni, við erum með Fram og nú er einhvern veginn komin svona lína í gegnum alla borgina sem er Þróttur og Ármann. Og ef við horfum bara á kortið sem var einmitt í greininni hans Jóns Arnórs í gær, þá sjáum við svo vel hvað þetta er furðulegt. Hvað þetta er furðulegt skipulag. Og ég hélt kannski að þegar væri verið að skipuleggja íþróttafélög og við værum að horfa fram í tímann, að við myndum reyna frekar að balansera það væri margir sem sagt á bakvið hvert félag. Það virðist ekki að vera gert því að hérna er algjörlega verið að skilja Fylki út undan, hvernig svo sem framkoman við hérna Fjölni sem mér finnst vera ekki góð. En svo er það annað, ef við ætlum ekki að byggja þarna einhverja stóra og mikla innviði fyrir Þrótt og Ármann, þá er þetta þjónustu eins og ég þjónusta þetta hverfi frá öllum hliðum. En Vogabyggðin, ég tek það fram að hún er undanskilin í þessu. Þar finnst mér algjörlega Þróttur og Ármann eiga bara að þjónusta það hverfi, en þannig er ég bara að tala um Bryggjukverfið og Höfðahverfið. Þannig að ég skil ekki af hverju verið að koma með 4. íþróttafélagið hérna inn í Austurborgina. Takk fyrir þetta. Já, ef að bregðast við eða hvernig við það út í Hákon? Já, gerðu svo vel. Já, já, talandi pólitík, nú erum við að farin að tala pólitískt, Valgerður, og þú veist það vel sjálf að þetta var ekki ákvörðun meirihlutans eins og sér, heldur var það flokkssystir þín sem að reyndist frábær í þessu starfi og þannig að þetta var svo sannarlega þverpólitískt, það voru engar flokkspólitískar línur, pólitísku flokkarnar af engar sérstakar skoðanir á slíkum málum. Þetta er allt byggt á faglegu mati og þannig ég hafna nú því að þetta sé eitthvað svona bara sem að meirihlutinn keyrir í gegn og já, ég vildi bara bregðast við þeim orðum. Takk fyrir það. Ég hafði svona reiknað með að þetta er svona hálftími kannski, max, og þannig endilega að þið hafið einhverjar spurningar einhverjir við bótt, þá endilega komið með þær og... Kannski ef ég má bara rétt skjóta inn í að... Bjarni og svo Árni. Ég finna að hérna er svona pólitíkarnar svegar já og einhver saga og viðkvæmni og ég vil bara taka það fram að við viljum ekki vera endilega einhvers konar bitbein eða aðili sem að búast á Bryggjukverfið, heldur viljum við umfram allt eiga gott samstarf við alla aðila og hreinlega geta átt gott samstarf einkum ungu fólki til heilla, heldur
heldur viljum við sleppa einhverju pólitískum umræðum og einhverju slíku sem að getur leitt til sundurleitis. Yfir til þín, Árni. Takk, Árni. Já, og gjörðu svo vel, Árni. Þú ert mjútaður, Árni. Árni, þú ert á mjút. Það ok. Núna? Heyrið mig núna? Já. Já, ok, já. Það klikkaði hjá mér að opna. Heyrðu, ég náttúrulega bara fagna því að borgin sé farin áhuga fyrir Bryggjukverfinu sem hefur verið pínlítið svona afgangsstærð í mikið mörg ár og þurft að toga ansi margt þar fram og oft verið lítið hlustað og það sem að hverfisráð og íbúaráð hafa ítrekkað óskað eftir varðandi til dæmis aksturs og gönguleiðir og fleira. Fjölnir hefur séð þetta hverfi og gert það að mínu viti mjög vel, nú svo sem þekkja margir þau mál betur. En ég velti aðeins fyrir mig, sko, ef ekki á að fara að byggja þarna einhver stór mannvirki, hvað borgin að vasast í því, hvaða íþróttafélag kemur til að sinna þessu hverfi? Er það ekki bara eitthvað sem að börnin í hverfinu velja svolítið, sko? Hingað til hafa þau sótt þetta til Fjölnis, nú ykkur kannski hafa farið í KR og önnur mögulega í Breiðablik, sko, eins og gengur í öllu hverfum. Ég velti aðeins fyrir mér, þetta liður í því að fara að byggja einhver nýja aðstöða því að nú þrýstingur á borgina út af ákveðnum málum í Laugardal og eins hjá Þrótti. Það verður gaman að heyra einhverja skýringu, tengist þetta því eitthvað? Takk. Takk fyrir þetta, Árni. Eru fleiri sem hafa einhverja spurningar? Það verður kannski lægt þá svara. Kannski bara taka undir með Árna, sko, að þetta kom nú upp í huga minni áðanum mitt, sko, að á endanum auðvitað hljóta þeir sem ætla að iðka íþróttir að kjósa sitt félag, sko. Er það ekki? Bara stuttur á mér, fyrstilega erum við með samning, þannig að það væri bara fróðlegt að vita sem með borgina erum við að efna þessa samning eða ekki og svo bara númer 2 við erum að, þannig að það er ekki eins og að við séum ekki á þessu stað, það er bara verið að taka þetta af okkur, skiljið. Það er ekki eins og við séum ekki að sína þessu. Auðvitað erum við ekki með starfsýn í bryggjuna því við höfum ekkert til þess að gera það. Þannig ég ætla að skilja ykkur eftir með það. Já, heyrðu, það er eitt frá Önnu, gerðu svo það. Mér langar bara svo að spyrja, hvað áætla sér langt í þetta? Því að maður átt að hugsa að ef það er búið að fastsetja eitthvað svona niður og það kannski gerist eftir einhver ár eins og þér að tala 5 ár, 10 ár. Hvað er áætlað langur tími þangað til að eitthvað fer að gerast? Þannig að hvað hefur mikið breyst á þeim tíma til dæmis? Já, sko, fyrirgeði, má ég svaraði það? Já, gerðu svo vel, ég glemdi að illa mikrofóninn. Það er gott að þið svara þessu spurningu bara og við förum svo að ljúka þessu lið. Já, einmitt, já, ég sko, í fyrsta veg kannski það sem Árni spurðum að sem sagt þessi svona þrýstingur og réttmæti þrýstingur sem við skapast í Laugardalnum út af hugsanlegri vöntun á íþróttahúsi hefur ekkert að gera með þessa ráðstöfun. Þróttur verður áfram þarna með sínar aðalstöðvar, höfuðstöðvar og þannig að það er bara annað mál að leysa það mál og hefur svo sem lengi verið í deiglunni og ég vona að það fær að komast lausn í því máli mjög fljótt og á nú frekar vona því. En byrjum við hvað verða meira sem ég ætla að svara þarna. Hvað, tímar? Já, tímar, já, fyrirgeði, já, sko. Ég held reyndar að það sé mjög stutt í það að framkvæmdir hefjast þarna á svæðinu sem að Krossamýratorg verður og það getur hreinlega gerst á þessu ári. En það tekur náttúrulega allmörg ár fyrir hverfið að byggjast þannig upp að það sé flutt inn, þar fullt af fólki og sama með Bryggjukverfið af þessum landfyllingum sem eiga að koma. Það er nú verið að meta það í umhverfismati, svona hversu stórar það mega verða. Þannig að svarið er kannski pingulítið loðið, sko. Ég þori ekki að nefna árin en þessi uppbygging á höfðanum það bil að fara að hefjast. Og það er sennilega ekki mjög langt síðan eða þangað til svo að
þú veist, ég þori ekki að segja 5 ár eða 10 ár þangað til að hefst uppbygging til dæmis skóla, en já, ég þori ekki að vera nákvæmur en það. Takk fyrir þetta. Ég held að þetta sé orðið bara gott. Við erum búin að fræðast eitthvað þetta og ég held að komast nú ekkert lengra með þetta. Og ég þakka ykkur fyrir að koma hérna og útskýra þetta frá borginni og eins Guðmundi frá Fjölni til að koma með sína á þetta. Og takk ykkur bara kærlega fyrir. Já, takk fyrir okkur. Takk fyrir. Takk. Þá næsti liður á dagskrá, það hérna málefni Bryggjukverfisins og... Má ég skjóta inn að ég ætla að boða bókun? Ekki mál. Já, sí. Þú hendir námi Valgerður. Hendir bara inn. En hérna, það liður 2 málefni Bryggjukverfisins og það Bjarni Þór sem ætlar að svona fara aðeins yfir það sem helst brennur á þeim í Bryggjukverfinu. Gjörðu svo Bjarni. Takk fyrir. Jó, takk fyrir boðið. Gaman að koma inn á svona fund sem að ég hef ekki komið inn á áður sem þáttakandi og eins og Árni sagði, það auðvitað gott að sjá hverfið, Bryggjukverfið, fá athygli. Þetta hérna hverfi sem er mjög spennandi að mörgu leyti fyrir hönnun og staðsetningu og svo framvegis og það má segja eins og ég nefndi áðan að það ríkir góður andi og viss dýnamík. Það mikil framþróun á svæðinu og eins og þið vitið að þá verið að byggja heilmikið í hverfinu í vesturhluta þess og það auðvitað bara áhugavert að vera hluti af þessari framþróun allri og eins og var rætt áðan að þá höfðin líka að fara í gegnum miklar breytingar á næstunni og auðvitað nátengdur Bryggjukverfinu og það þjónusta í dag sem að íbúarnir sækja og hún auðvitað mun aukast enn meira og verða miklu meiri flóra af þjónustu réttur ofan og örstutt í einmitt borgarlínustöð þarna frá ofan ef að fólk vil nýta hana ásamt því að það verður mikil þjónusta á torginu þarna frá ofan. Nú, þetta hverfi sem að leynir á sér í fjölda, þarna býr orðið ansi mikið af fólki. Það var einhver áætlun daginn að nú byggi á 3.000 einstaklinga í hverfinu og var þá sannlega verið að horfa til þeirra uppbyggingar sem að eiga sér stað þessa dagana. En á hverju ári haldinn aðalfundur íbúasamtakanna og þar kjörin stjórn og hún hefur það hlutverk að stuðla að framþróun og gæta hagsmuna og vera málsvari og við erum einmitt eins og ég nefndi áðan íbúin að halda aðalfund og þar voru rædd ýmis málefni. Ragnar Finnendur Harðarsson, verkefnastjóri hjá Reykjavíkurborg, hann var gestur á fundunum og hann var nú reyndar kominn sérstaklega í tengslum við verkefni sem að varðar nágrannagæslu sem nú verkefni sem að finna víð Grafavog og reyndar víð borg en verið að keyra af stað í fyrsta skipti núna í Bryggjukverfinu og það auðvitað bara áhugavert því að það gott að mynda samheldni og samstöðu hjá fólki varðandi þau málefni og stendur til að setja merkingar í hverfinu með þessu klassíska merki sem að þið þekkið öll eflaust. Nú, hann sagði okkur líka frá því að það stæði til að setja upp svokallaðan ærslabelg í hverfið og hann nefndi staðsetningu líka í því samhengi og það var gerður góður rómur að þessari tilhögun og staðsetningunni. Enda náttúrulega hverfið þannig útfært að það að fjölga mjög hratt fjölskyldum og börnum, þannig að þetta eitthvað sem að kemur sér vel. Og hann nefndi reynda líka á fundunum þessa tilhögun sem var rædd áðan varðandi íþróttafélög. Nú, það sem var líka rætt á fundunum og svona fólki hugleikið, það vitað að því að borgin nú að fara yfir lýsingu víða og uppfæra hana og okkur finnst að lýsing mætti vera heldur bjartari og betri sums staðar í hverfinu og okkur þykir áhugavert að skoða það með borginni og ágætt að nefna það hér og kasta því hérna fram að lýsinguna mætti bæta. Nú, Bryggjan sem svona má segja skrautfjöður hverfisins, að hún mikilvæg og borgin hefur staðið sig ágætlega sumu leyti. Nú Bryggjukverfi komið inn í svokallaðan blómahring borgarinnar og eru blómaker við bekk og sem á Bryggjutorgi, þannig að það prýði af því. Það eitt sem að mætti bæta og það öryggi barna og það sem átt við með því að það mætti gjarnan stilla upp fallvörn á bryggjunni. Þetta bryggja sem inni í miðju hverfi
og það svolítið hátt fall niður í grjótgarð þarna fyrir neðan, þannig að má segja sko þetta eru bryggjur víða en þessi frábrugðin að því leyti, hún inni í íbúðahverfi þar sem börn ganga og þau ganga nú reyndar einmitt framhjá þessari bryggju þegar þau fara í skólann blessuð, en þetta öryggisatriði sem við höfum verið í samskiptum við borgina og viljum gjarnan sjá að verði brugðist við til að bæta öryggi, og það á ekki að þurfa að vera kostnaðarsamt eða flókið. Það eru stólpar á bryggjunni sem að má hækka og mynda eins og sums staðar, við höfum séð út á Granda í Kópavogi og öðrum sveitarfélögum að þá hafa verið sett jafnvel tvöföld keðja eða eitthvað slíkt sem að myndar fallvörn bryggjunni. Nú, það annað sem að hvílir á okkur svolítið og það er tangi sem á móts við bryggjuna og mynda svona eins konar vörn gegn ágangi sjávar. Þetta svæði hefur verið ófrágengið, óskipulagt og svona þyrfti að hanna til hlítar og ganga betur frá íbúum til heilla sem búa við tangan, og þetta myndi þá leið bæta umgengni og svoleiðis, en það eru stundum skildar eftir þarna kerrur og eitthvað sem að tengist bátalífinu. Þetta þyrfti að skipuleggja og ganga frá. Svo eitt sem dettur í hug reyndar, að því við erum að tala svona málefni sem að kannski hvíla á einhverjum, og ég veit að það aktífur hlaupahópur sem að hefur að geyma aktífa flotta einstaklinga sem eru bæði úr Bryggjukverfi og Grafarvogi, og þau hafa nefnt við mig að tækjabúnaðurinn sem við göngustíginn sem fyrir neðan foldirnar, hann orðinn ansi lúinn og hann var settur upp til íþróttaiðkunar fyrir mjög mörgum árum, en orðinn fúinn og lúinn, og ég sagði skyldu koma þessu framfæri ef ég hefði tækifæri til þess einhvern tímann. Ég geri það hér með. Ég veit að þessi hlaupahópur hann myndi kunna meta ef það væri hægt að stuðla því með einhverju móti að þetta endurnýjað, þannig að fólk geti stundað sína íþróttaiðkun og teygt og hreyft sig eftir hlaupin. Þetta nú svona kannski það helsta sem að kemur upp í huga núna. Ég vil kannski bara í framhaldi umræðunni áðan nefna líka sko að við í Bryggjukverfinu erum opin til samstarfs, til samkomulags og til viðræðna við hvert sem við erum ekki að taka afstöðu með einu íþróttafélagi. Við viljum fyrst og fremst geta sótt aðstöðu sem að íbúunum til heilla eins og ég nefndi áðan, og ég veit að það eru harðir Fjölnismenn í hverfinu og fylkismenn líka. Ég þekki mjög vel til fylkismanna og þeir búa margir í hverfinu, og þó ég hafi tekið vel í samstarf við önnur félög áðan, þá viljum við í Bryggjukverfinu ekki vera að blanda okkur í einhverja íþróttapólitík og viljum vinna með hverjum sem og segjum það saman hvaðan gott kemur. Þetta var svona það helsta frá mér. Bestu þakkir. Takk fyrir þetta. Ég veit ekki hvort að einhver vill fyrir orðið og spyrja út í. Ég vil bara taka undir með því, Bjarni, vegna þess að mér finnst þetta mikilvægt og þetta vaxandi hverfi og rosalega mikil gróska. Ég var persónulega mjög sátt við staðsetningu Æslabelsins af því að þetta í beinu framhaldi af nýuppgerðu leiksvæði sem þarna, þannig að þetta mjög gott og sérstaklega þegar á að sitja dref þarna, þannig að þetta verður ekki þessi mýri sem búið að vera. En ég ætla bara svona líka, ég ætla að koma með bókun í samband við fallvörnina vegna þess að mér finnst hún það varasöm, sérstaklega eins og núna þegar fljúgandi hálka. Þannig að ég ekki bara lesa hann upp á eftir eða ég lesa hann upp núna, hvort ég lesa. Það ekki að lesa hann. Ég var bara þessu núna, ég sé bara íbúar af Grafarvogs leggur áherslu á að brugðist verði skjótt við því öryggisatriði að unnið verða fallvörn við bryggjuna í Bryggjukverfi Reykjavík. Mikilvægt að brugðist verði við áður en að slys verði, en í dag hún óvarin og sérstaklega hættuleg börnum, gangandi og hjólandi vegfarendum. Reyndar þá, þetta mjög flott hjá Berglind og góð bókun, en það má kannski bæta við að það átti fyrir fáeinum árum sér slysstað sem að barn tvíhandleggsbrotnaði við að falla þarna niður í grjót. Ég held að það sé bara kunnugt og þarna, já þannig að það er raunin ekki sé áður en að slys verði því að slysið þegar nýðist. Já, ég breyti þessu. Bestu þakkir. Áður en að annað slys. Já, fleiri slys. Áður en að fleiri slys. Frekari slys eða fleiri slys. Já. Það bara fínt. Já. Frekari slys verði. Og eins og Baldur benti á þá náttúrulega kjörið fyrir ykkur á sækjum í hverfi,
verkefnið betri? Við erum búin að reyna það svo oft, við erum bara svo fá að við bara drukknum. Það bara heila málið. Þess vegna er ég mjög ánægð að við skulum fá öllabelgi. Þið þurfum að fá jafn mikið vægi og... Já, og líka aukin lýsing að við duttum svolítið inn í það verkefni líka. Já, það væri til mikill að bóta og þetta ekki það víðfemt svæði að það myndi vera hægt að gera þetta ábyggilega án þess að þetta kostar mikið. En væntanlega hlaupahópurinn staðsettur í Grafarvogi líka, þannig að þeir getur alveg deilt þessu verkefni eða verið sótt það. Já, þetta er samheldinn öflugur hópur sem hefur verið að hittast til að hlaupa í mörg ár og hann býr einmitt sko á báðum punktum. Ekki það ég vilji vera að tala að þetta sé endilega svo aðskilið sko, þetta þetta allt samofið og mikið samstarf og gott fólk á báðum stöðum sem að stundar mikið samstarf eins og hlaupahópurinn dæmi sko, en ég veit að fólki sem að hefur verið hvað svona aktífast í þessu, það er virkilega umhugað að það verið bætt úr þessu. En það má líka benda á, það er rosalega góð teygjaðastaða þarna upp á Höfða þegar maður fyrir tröppurnar. Já, tröppurnar eru alveg til fyrirmyndar. Alveg frábærar, já. Það er bara aðeins að fá að... Já, bara örstutt, sko, bara takk fyrir þetta Bjarni, þetta var áhugavert og ég ætlaði bara að taka undir og fyndið að Berglind kom akkurat með þetta. Ég er alltaf skítrættur því ég labbaði þessa bryggju. Ég fer hana mjög oft, bæði labbandi og hjólandi, en ég fer yfirleitt götuna ef það er eitthvað að, ef það er raki eða hálka, þannig að við verðum að ítreka þetta eina ferðin enn að það verði sett þetta fallvörn. Takk. Takk fyrir það, Árni. Heimir, ég er á Gmailinu mínu. Hvað er meil? Einhverjir fleiri sem vilja eitthvað tjá sig um Reykjavíkurgarðsins, gjörðu svo vel Valgerður. Takk Bjarni og takk fyrir að koma á fundinn og kynna þetta frábæra hverfi fyrir okkur. Og það er svo gaman einmitt þarna með hlaupahóp Fjölnis, ég er í stjórninni hjá frjálsöldadeildinni, þannig að við bara tökum þetta upp þar og sendum bara inn í ráðið og óskum eftir að þetta verði lagfært. Það er bara, og fyrr hefði verið, við höfum náttúrulega gert okkur grein fyrir því að þetta er ekki nógu góðasta í langan tíma. En það er eitt kannski sem ég langar að spyrja þig af því að nú fyrir svona líða að kjörtímabilinu. Og í upphafi kjörtímabils sko fengum við þá svona ósk að það yrði gerð póstnúmerbreyting í Bryggjuhverfi. Og það var mikill, og við heyrðum að það væri mikill svona, og það hefði verið baráttum á lengi að breyta póstnúmerinu og svo svona fórum við af stað og í átt að þessum breytingum en fengum þá að vita að það væri ekki vilji fyrir breytingunum. Og mér langar eiginlega bara að spyrja þig, nú kannski það ekki þú þetta mál örugglega mun betur heldur en við. Hver er ykkar hugur og svona hvað veldur þessum svona misvísandi skilaboðum sem við fáum úr Bryggjuhverfinu? Já, þetta er mjög góð spurning hjá þér og það er þannig að á þarsíðasta aðalfundi fyrir rúma ári sem var haldinn sem sagt í stafrænum heimum af því að við vorum með COVID ástand. Að þá var það þannig Valgerður þetta mál var tekið upp því að Facebook síðan, Berglind myndur ekki segja, hún hafi logað eftir að þetta mál kom upp og það kom okkur öllum svo óvart að þetta reyndist vera svona svakalega mikið tilfinningamál hjá mörgum. Sumir vildu bara halda í þetta númer sem er í dag, 110. Aðrir vildu endilega að breyta í sama póstnúmer og Grafarvogur. Aðrir horfðu einmitt til Vogahverfis og það var bara nokkuð heit umræða þetta og kom okkur öllum í opna skjöldu. Þannig á þeim tímapunkti þá sögðum við, heyrðu, við þurfum aðeins að bíða með þessa umræðu og ígrunda betur en svo má segja kannski að ég sé fyrir mitt leyti persónlega, þá hef ég ekki svona, ég er ekki sveipaður tilfinningum þegar kemur sko að póstnúmeri. Berglind, vilt þú bæta við? Þú varst nú á þessum fundi líka. Ég var á þessum fundi og ég var bara eins og ég segi, gjörsamlega skotið niður bara leið og ég nefndi þetta og þetta var, ég tók eftir því að þetta er mjög viðkvæmt og það kom líka það sem ég tekið eftir, það kemur mörgum óvart að við tilheyrum Grafarvogi. Það telja margir íbúar Bryggjuhverfis að við tilheyrum Árbæjarhverfi og það er bara póstnúmerið. En maður heyrði það að það væri vilji hverfisins og ég hef bara upplifað það líka hjá þeim sem ég tala við í hverfinu að það bara telur sig fara frekar og tilheyra frekar Vogabyggðinni heldur en Grafarvogi. Þannig að þetta er svolítið, þetta var miklu meiri hittamál líka nokkuð tíman grunaði. Kannski þarf að kjósa þetta.
En sko ástæðan fyrir því að þetta kom upphaflega hjá okkur var líka því að það var þarna, voru íbúar sem var að tala það að það væri svo erfitt að selja. Þetta var þá þegar að markaðurinn var ekki eins vinsæll og hann er í dag, en þarna... Það var ekki eins virkur, já. Nei, og að fólk leitaði svo eftir póstnúmeri. Já. Og þá vissu ekki allir að þetta hverfi tilheyrði í póstnúmeri, sko, Árbæ. Nei, já. En svo maður kannski hugsa, hérna, þú veist, meiri að það sé í 110 ef að það fylgja höfðanum og því, þú veist, ef þú hugsa það þannig, ef að það verið að byggja upp eitthvað sameiginlegt með höfðanum og höfðin er náttúrulega líka 110, þannig að þetta er svolítið svona, já. En nú er þetta Grafarvogs hverfi 8. Þetta er bara póstnúmerið er bara eitthvað fyrirtæki sem er að dreifa pósti og er að flokka hjá sér. Ég held sko hérna áður fyrir þegar að sko pósthús voru víða þá höfðu þau sitt númer og nærliggjandi hverfi sko hafði þá það póstnúmer. Það var einhvern veginn þannig en ég held sko að það þyrfti bara að gera könnun meðal íbúa á þessu og könnun sem að fólk getur sætt sig við niðurstöðu nýja því hún er þá framkvæmd bara með sko óháðum aðila og svo framvegis og það væri kannski leiðin en kannski er líka bara ágætt að bíða með það og leyfa hlutunum aðeins að þróast betur og sjá hvernig það eru gríðarlega breytingar framöndan á þessu nærumhverfi bryggjukverfis á næstunni. En ef maður segir varðandi 110 að fasteignir myndu örugglega hækka í bryggjukverfinu af því að það er meira selt í Grafarvoginum heldur en í Árbænum þar að þetta hækka eignirnar. Þannig að drífur græði meira. Það er satt sem að Berglind segir, þetta er svolítið önnur tíð, sko síðastir í gáði, það var ekki einasta íbúð til sölu í bryggjukverfinu og ef það kemur eitthvað þá náttúrulega eins og annars þá fer það leið því að samfélagið er átt að segja því að það sem var nú kannski svona ákveðin skuggi á hverfinu sem að Björgun var að því að þar var gróf starfsemi, innan starfsemi, að þetta er farið og nú er hverfið svona verða það sem að tilstóð, sko. Vel staðsett íbúð hverfi sem er fallega hannað og stutt í allar áttir. Heimir? Já, ég vildi svo sem bara endurtaka hluta það sem Anna hefur sagt og Bjarni. Það er náttúrulega kannski þessi póstnúmera umræða og einnig þessi hverfaskipting í bryggjukverfinu. Það kannski mun taka á sig einhverja aðeins aðra vinkla þegar þessi uppbygging hefst á svæðinu. Og spurning hvernig þá ákvarðanir verða teknar varðandi hvort það verði breytingar á hverfaskiptingu þegar Ártúnshöfði byggist upp og bryggjukverfið. Þannig að það er spurning hvort að forsendur breytist að einhver leyti þegar það er málið komið lengra. Það kannski getur ótrúlegt að þá flytist það úr 8 í eitthvað annað ef að það er komið miklu meiri byggð og skóli og allt skilir sér til. Póstnúmer 104 bráðum. Já. Það var mikið rætt 106. Já, þetta er 106 hverfi. Já, alveg rétt, já. Já, ég var að gleyma því, Berglind. Já. Hvað segið þið? Er eitthvað fleira sem þið viljið ræða við? Þetta var bara fín umræða og ég er ánægður að heyra þessari bókun varðandi fallvörðina. Það er mjög gott. Já. Þá bara þakka ég kærlega fyrir Bjarni. Þitt innlegg hérna, þú mátt vera áfram með þú vilt, en hérna það er þá bara næsti liður á dagskrá, þetta er vetrarþjónusta Reykjavíkurborgar og það er Heimir sem mun kynna það. Bara áður lengra haldi það spurning, vil ég taka það í lokfund, er að núna þessi bókun sem Berglind las upp, hérna allar ráða sameinast hana, vil ég ígrunda það eitthvað frekar eftir eða? Ég stið að það bókun. Já, ég sameinast. Sameinast. Við sameinast það bara. Allir sammála. Allir sammála. Þetta er sko, þetta er ekki bara þetta sé ljótt. Þetta er mjög ljótt að hafa þetta svona sko, að þá er líka en vetrarþjónusta, mér finnst þarna Bjarni og mér finnst alveg þú eiga því það er líka bryggjukverfi sem er inn í því dæmi sko. Dekkar allt höfuðborgarsvæðið. Já. Við vorum að tala það daginn sko að það hefur verið svo snjómildir vetur undanfarið að það er svona getur verið að menn hafi bara ekki verið í eins góðri æfingu og þeir voru hérna meðan að það komu kannski snjóþungir vetur ár eftir ár en það verður nú að segja eins og að við höfum nú viljað sjá kannski heldur meira í lagt þegar kemur að snjómokstri en auðvitað veit maður að þetta hefur verið alveg einstaklega erfitt tíðarfar og sífellt bætt í snjóinn þegar að hefur verið svona byrjað að moka en auðvitað hefði maður viljað sjá kannski enn betur gert, það er nú að segja eins og Þetta eru þessi klakar. Heimir, það rúða kannski að
Já. Tala eins yfir þessa þjónustu, svo getum við rætt þetta, yes. þessa stórramar. Já, einmitt, ég einmitt yfir þessari þjónustu, hárrétt hjá Þorsteinn. Mér var falið umhverfis- og skipulagssviðið að fara yfir hvernig staðið að þessari þjónustu og ég setti þetta inn skjal það sem hægt að nálgast hinnar ýmsu upplýsingar og ég ætla að fara í gegnum það. Það sem sagt hvernig staðið á þessu á götunum. Þegar við byrjum með því, þá gert ráð fyrir því að stofnbrautir, strætólegur, fjórfaldasamgöngur, safngötur, njóti forgangs og miðað við að þessar leiðir séu færar klukkan 7 á morgni, hreinsun annarra umferðargata sé lokið fyrir klukkan 8. Svo förum við inn á borgarverksjána þarna, sjáum hvernig þetta litakóðað og þetta náttúrulega líka til upplýsingar fyrir ykkur og íbúa hvernig má nálgast þessar upplýsingar. Ef við förum í, hérna erum við komið með Reykjavík alla til að fá skýringu á því hvað þessar litir þýða allir á ítið á þennan takka, sjáu ekki örugglega músina hjá mér? Jú. Og þá förum við hérna í Grafarvogi. Þarna sér hvað við erum út úr, við erum ekki einu sinni inn í móksturplani nr. 1. En þá þetta einfaldlega þannig að bláu línurnar, það stofnbrautir, strætólegur, fjölfarnar safngötur, bláu línurnar eiga að vera að færa klukkan 7 á morgni. Grænu eru þá aðra megin umferðargötur og það sé lokið fyrir klukkan 8 og hvítbláu línurnar, þessar umferðar íbúagötur, þá eru þær sem sagt, eins og segir hér, íbúagötur hreinsaðar ef þær eru þungfærar einkabílum, mikil hálka eða snjódýpt meira en 15 cm. Og snjóhreinsun takmarkast við að gera götur akfærar. Ég geri svo sem fastlega ráð fyrir því að þið hafi eitthvað við þetta athuga sem í ljósi umræðu og ástandsins. En áður en viljið þið á ég að taka hvernig staðið að þessu við stígana? Já. Mikið náhuga því. Þá þetta einfaldlega þannig að stoppstígar, svo sem göngu- og hjólastígar milli borgarhluta fá forgang og síðan færi í helstu göngulegar strætóbiðstöðum og aðrir almennir stígar eiga að klárast fyrir hádegi. Það er best að sjá þetta bara í borgarhafsjóni. Þá ennþá meira litahafari. Og þá þessar hvítfjólubláu línur miðað við að hreinsun á þeim sé lokið fyrir 7:30, rauðu fyrir klukkan 8, bláu klukkan 12 og grænu þá innan 36 tíma frá síðustu úrkomu. Svo hægt að svona í ljósi ástandsins má kannski vekja athygli á þessu. Það oft spurt salt eða sand og það hægt að sækja slíkt að þjónustumiðstöðum borgarlandsins við Stórhöfða og einnig að fá það var nú hérna, ég veit ekki hvert það fór. Ef að fólk býr í bröttum götum þá hægt að óska eftir við þjónustumiðstöðum að fá eitthvað konar kistu eða slíkt. Það svona þessi götum með mér, sko. En meira hef ég svo sem ekki þetta að segja í bili. Það mætti bæta inn í textanana með Stórhöfðan, ég fyrir að reglulega næði salt og sand, að núna þarf það að koma með þinn eigin ílát. Áður fyrir voru þeir með póka, það fengi í póka á staðnum, en nú þarf það að koma með þitt eigin ílát til að sitja í. Þannig að það mætti sitja í skjalið, breyta skjalinu. Saltið. Já, svo sand. Þetta er frábært þjónusta. Ég er í kistuna þarna. Já, nei, og bara fyrir að báða á nærni. Já, nærni í rúna. Já, við erum náttúrulega þar, já. Og mætti að því að stendur að sé hægt að fara þarna. Hægt að sækja salt og sand þarna. Einmitt. Það er einmitt eitt af því sem það var hjólastíðum. Ég var með manni þá, bara því að með auka póka þá fór það einum og bara því ég er svo góður. Það er ekki mikið fyrir salta hérna, en ég veit að sumar hjólastíðar í sumum sveitarfélögum kring, þá hafa þeir verið að salta hjólastíðanum miklu meira. Þá verður þetta svona meira í leðja en hverfur fyrr, sko, en það er best í þessu. En orðið laust vetrarþjónustu. Besta árásröð.
Aldurshöfður? Nei, Stafrófsvöld. Yngstu fyrst. Einhver sem vil tjá sig þetta? Já, mér langar svolítið að spyrja í sambandi við göngustígana af því að ég mikið að vinna heim og horfi út gluggann þá sé ég að krakkarnir þau eru að klofa í alvöru bara sko þessi litlu stífi þau komast ekki einu sinni í þú veist og það verður að fara með börnin í leikskólan og svo eru unglingarnir að koma annar staðar frá og fara í skólan og þau bara komast ekki inn á stíg svo daginn það kom ykkur á svona lítilli gröfu eða svona traktor eða eitthvað og var í það og hann spólaði, hann bakkaði allt aftur og svo tók hann til upp og svo fór hann aftur og tók til upp og þú veist, þannig að þú veist, mér hefði fundist til dæmis að það ætti að falla undir að því krakkarnir eru að koma úr Engjahverfinu til dæmis og einhvers staðar annar og fara þarna niður í Víkurskóla eða hvað sem það heitir já, sem að var þarna í Víkurhverfinu til dæmis bara því ég sé það hjá mér. En ég ætla ekki eitt af þessu vandamálum sem menn lendi í að það var svo mikið af þessu tækjum sem voru með voru það lítil að þessi mikli snjór kom þetta daginn þá bara safnaðist þau ekki neitt sko. Nei og svo eins og ég var að segja áðan sko að bara líka þetta að það göngustígar kannski sikkur megin við göturnar og það allan að þó sé bara rutt öðru megin, annar göngustígurinn. Það kannski ekki að vera, maður kannski ekki að beðið maður sér báð með en maður skilur vel að það sé mikill snjór. En allavega þannig að því að það alltaf verið að hvetja til þess að fólk sé í að labba, hjóla, taka strætó, ekki vera á bíl, að þá þetta eiginlega svolítið sem verður út undan. Þú veist, það er fínt að ryðja strætólegina en þá þarf líka þannig að fólki komist að og í strætóin án þess að vera sko í snjó upp á klofi sko. Mér finnst alveg skelfileg þessi þjónusta þetta, sérstaklega þetta árið. Ég átti hann heim í Vesturbergi, það var svona brekka sem maður fengur reyndar ekstra þjónustu út af hálku. En í dag ég búinn að senda sko 5 ábendingar á vefinn og það er tvisvar búið að segja og svo var einn kona sem sendi líka núna sendi inn ábendingu og þar var henni sagt að það væri nýbúið að moka götuna sem bara lygi. Það bara kom engin bíl. Það var sko og ég bara hefði tilfinningu að þeir séu bara að haka við og ég keyrði þarna. Ég sá einn bíl koma þarna klukkan 5 á morgni og hann fer inn og ég gat ekki séð að það hefði verið snjór fram á tenninu og ég hef nú búinn að sýna ykkur tveimur þetta mynd frá götunni minni og inn á síðunni minni, inn á Facebook, það eru myndir og það er leikskóli hjá mér, hlýðin á mér og bíllinn sem kemur þarna, hann valla setur tönnina niður til að moka og það er ekki séns fyrir gangandi fólk að fara hana. Það er búið að vera árekstur fyrir fram að hjá mér, það er búið að vera hljóðkútu farið, það er númeraplata farin, það er plastsunda hjá mér farin úr bílum. Og þú veist, þetta er alveg skelfileg þjónusta og ég fekk frá nokkrum foreldrafélögum hérna og þau tala öll þetta að sé vonlaust að komast að skólanum gangandi af því að nú hvetja til þess. Það er sko bara stórhættulegt. Og svo númer 2 hjá þeim flestum er lýsing. Það vantar alveg miklu betri lýsingu á það sem verður að þverja götur. Ég veit að þegar hann talaði það var nefnitt einhver í götunni mér sem sendi inn og svo kom stutt seinna að væri búið að fara í götuna. Það var rétt að búið að fara í götuna, það var búið að renna yfir en þetta fremst í götun, það sem var allt í hólum, þar hefðu þau bara lyft tönnunni yfir sko því það var klaki en tekið sem það var létta sem það hefði komið yfir sjálfa götuna. Það var rétt á sem það var komið kantur sko. Þeir fóru á seinta stað. Það var komið klaki á þau þegar ég sá þetta. Mig gott fólk, ég þarf að yfirgefa ykkur og þakka kærlega fyrir. Takk fyrir. Sjáumst, takk fyrir. Það var einmitt það sama hjá okkur að það var grafin, hún komst ekkert, hún hafði ekkert í hérna svaka klaka sko. Þetta er í vandamáli öllum. Þetta er ekki bara Reykjavík. Þetta er allir að tala um þetta í Kópavogi, Hafnarfirði og vinnunni hjá mér sko. Það er skelfilegt ástand en hvernig þetta verður leyst ekki. En hvernig er bara spáin næstu dag? Er þetta ekki bara ríkna niður? Það tekur bara tíma þessi klaka. Já, en það sem að manni finnst kannski að hvort að setja forgangsraða þannig að það sé allavega tæknistígarnir sem eru fyrir þá svona helstu fyrir börnin til að komast nokkurn veginn í klakkinu. Þau ekki að, sko því að það kemur bíll og skefur og svo kemur einhver og skefurgangstur en svo kemst ekki yfir því að það komur svo mikill raukur. Þú veist að það vantar að gera þverrunina. Þannig að svona þar kannski aðeins að hugsa að gera. Það er að vantar bara fyrir tæki sko. Já, það kom líka fram. Já, en það er kannski. Það er með verktaki í þessu en þeir bara. Já.
hafa ekki undan og kannski hefur þurft að fá einhverja fleiri í þetta og vera með listi yfir einhverja fleiri sem getur brugðist við. Árni, Björgjörsfjörðarinn. Það var Valgerður. Var ekki Valgerður undan? Við fórum Valgerður þá fyrst. Jú, takk. Mér langar bara að spyrja einu varðandi vetrarþjónustuna, því nú þetta flotta plan og það alveg, þú veist, sagt hver snjódýptin á að vera og allt þetta og nú hefur ekki verið hægt að fara eftir því í vetur, hverju sem það að kenna. Þær skemmdir sem verða á til dæmis eins og bílum, borgin ábyrg fyrir þeim? Af því að nú Vegagerðin ábyrg fyrir skemmdum út á vegi, sem þið búið að tilkynna holu og það ekki gert við hana, þá minnir mig að bæði borg og sveitafélag sé ábyrgt fyrir skemmdum. Og þá spyr ég bara, eitthvað sambærilega, ég því þekkið ekki, eitthvað sambærilega reglur varðandi slæman snjómokstur og mikla hálku, eða mikla klakamyndu? Heimir, getur þú svarað þessu? Heimir, getur þú svarað þessu? Alls ekki. Það var einhver í umræðuhópi á mér sem benti á einhverja 50.70 grein einhverja laga að borgin væri ábyrg ef að væri búið tilkynna eins og með holunar. Þá ef það mikill klaki í íbúagötum eins og núna og bílar hreinlega verða fyrir skemmdum af því þeir eru að lenda ofan í þessar djúpu holur sem eru komnar á milli klaka, þá þá borgin ábyrg fyrir þeim skemmdum? Ég get sett fyrirspurn kanna þetta hjá þeir sem halda á þessari þjónustu. Árni, gjörðu svo vel. Herðu, já, takk fyrir það. Sko, þetta heitt mál í dag og þetta sem ég birti inn á stjórnarsíðunni okkar í gær bara brota því sem núna meðal fólks bara í búðinni á götum og í samfélagsmiðlum og auðvitað sko hef ég ekki verið fyrsti maðurinn til þess að standa upp á torgum og öskra því að ég búinn að standa þessu sjálfur bæði snjómokstri og verklegum framkvæmdum og ég veit alveg hvernig þetta en þegar hlutinir eru ekki gerðir af heilum hug strax frá upphafi, sko, þá náttúrulega lendum við í ógöngum og það akkurat það sem hefur gerst núna. Það eru of lítil og of létt tæki að vinna í hlutum sem þau ráða illa við og það gerir það verkum að það byggjast upp klakabúnt á götunum. Ekkert tæki kemur í kjölfarið til þess að hvorki breikka né að vinna það niður. Og það sem eiginlega alversta að það engin sem sagt eða allavega lítil og ég bara vakta nokkur svæði sjálfur að því ég þekki þetta bara nokkuð vel. Og það virðist vera litlar forvarnir að opna niðurföll áður en að hlákan kemur. Og svo ég taki bara til dæmi Hallsveginn beint á móti kirkjugarðinum. Það nú bara alveg þekkt svæði og neðstu Gullinbrúna. Sko, bara fyrir fáum árum síðan þá var til fyrir bara síðan Velamiðstöð Reykjavíkurborgar. Og þar voru menn fókuseraðir í þessu og það var bara plan varðandi varasama staði í borginni sem sagt merkt og það voru sendir út menn þegar það var hlákuspá með sem sagt grafa og bíl með mönnum með járnkarlskóflu og jafnvel málblætatæki, ég veit til þess að menn fóru með það til þess að finna niðurföllin en þeir voru með þetta skráð og þetta var opnað áður en að hlákan kom. Það ákaflega ljótt, ég hef ekki og þeir sem ég heyri í sem nú drjúmargir, ekki orðið var við þetta í vetur, enda ástandi búið að vera eins og það og við þekkjum öll. Og við sjáum bara búta á stöðurum, örhlífar, hjólkoppa og alls konar hluti af bílum upp á snjóhaugum og götunni daglega, hljóðkúta eins og Baldvinsað og fleira, sko. Þannig að, og það náttúrulega borgin hvetur til að við notum strætó og hjólum, það náttúrulega bara vonlaust í dag, bara hreint út sagt. Sko, ég veit að það ekki töfrar til og þetta ekki eins og kona sem hringdi í Velamiðstöðinni fyrir nokkuð mörgum árum síðan og óskaði eftir að þeir kæmu og tækju snjóinn sinn, þetta ekki þannig, sko. En það þarf að gera það sem gert vel og staðan í dag þannig að það þarf, sko, þungar vélar, það þarf veghefil með svokölluðu ísblaði eða bakkavélar og þungtæki. Slík tæki eru bara virðist ekki vera á ferðinni í borgin í dag og þeir verktakar sem ég þekki sem búið við slíku tækjum, þeir hef ekki fengið símhringingu. Þannig að það virðist bara vanta svolítið upp á enda margir sem eru stjórnað sem fættir eftir 1990 og stæðstu veturni voru í kringum 1990 og svo aftur í kringum 2000 og það eru bara mjög margir að vinna við í dag sem ekki þekkja svona ástand. En sem sagt borgin óskar eftir við notum ekki nagladekk
það mikil andmæli gegn því að það sé bara akandi umferð í borginni eins og við höfum heyrt og það náttúrulega horft á mann svo glæpmann að vera á stórum brettum jeppa. Þannig að fólk sem lætur undan þrýstingi borgarinnar og er á litlum bílum á ónýtum dekkjum að þau bara setja mörg uppi með stór tjón. Þannig að ég setti saman nokkrar línur sem ég ætla að senda á okkur. Ég að setja þetta hérna inn í chat, Heimir, ef þú getur kannski. Og þetta svona samantekt af því sem ég búin að heyra í fólki undanfarna daga og sko ég veit að það ekki töfrar til og það ekki hægt að gera í nótt, en ég held að það þurfi að rýna þennan vetur og það þarf að draga lærdóm af þessu og koma í veg fyrir þetta gerist aftur og það mætti að mínu viti tala við gamla reynslubolta í snjómokstri og læra hvernig þetta var gert hérna fyrir 20-30 ára síðan sko. Takk fyrir mig Billy. Jú, eitt. Það er það sem ég komst að sjálfur. Núna má ekki sturta snjó út í sjó. Og sko, believe me or not, sko. Ég hélt að verið að grilla í mér þegar í síðustu viku því ég þurfti sjálfur að losna við nokkur trailerhausa snjó frá svæði sem ég sé Og nú má það ekki. Það er hægt að sækja leyfi til heilbrigðiseftirlitsins og þá fer það í skoðun og þá má hugsanlega fara með það á eitthvað bráðnunarsvæði sem engin veit hvar er. Og ég ætla ekki að fara með það sem flögu í huga mér, en sko af bráðnunarsvæði og af götunni hér, þá bráðnar þetta og fer út í sjó, sko. Þannig að stundum er vitleysan svo yfirnáttúrulega að maður hefur ekki skilning á henni. En þannig var þetta gert. Það var íta mér sjá vegum borgarinnar hér niður á Geirsnefi að tippa út og borgin er með aðgang að sjó á mörgum stöðum sem er auðvelt að sturta. Það var sturta hér upp í Elliðaárdal. Það voru mörg svæði sem var farið með snjó og óskað eftir í meira sig að fyrirtæki og einstaklingar sem væri að moka snjó kæmi þessu í burtu til að sé lett á götunum. Nú er reynt að sko koma í veg fyrir það. Já, takk fyrir mig, Billy. Já, ég heyrði þetta bráðnunarsvæði fyrir Reykjavík, það væri upp á Álfsnesi, menn hefur verið að keyra þangað sko, og ef það má ekki setja í sjó þá verður allavega að tryggja að það sé eitthvað bráðnunarsvæði. Við getum til þess verið með eitthvað svæði þegar í Gufunessi sem væri að sturta einhverjum haugum ef við ekki setja í sjóinn sko, en þetta er allavega frekar glatað eitthvað. Mér finnst að einmitt þetta fyrir að forgangsraða betur, þetta með fyrir gangandi og að það sérstaklega við skólana og þar sem börnin þurfa stundum að fara eins og núna er búið að sameina skóla. Mér finnst þetta síðasta lína eiginlega, meiningin með síðustu línu er líka mjög góð sko, að ég held að það sé mjög mikilvægt að menn rýni í það sem að betur þeim að fara yfir verklagsreglur og reyna að læra af því og verið kannski með einhverja verktaka á svona backup-lista hjá sér og slíkt sko. Það geti hjálpað ef þetta gerist aftur. Og kannski mætti bara til dæmis eins og, fullráði hérna koma að því að vera líka með því hvað væri kannski mest í forgangi innan þessa hverfis. Það hlýtur að vera eins og bara svo margt annað sem er verið að ákveða. Það er út af skólarnir og þetta getur breyst frá ákveða. Eins og planið sem Heimir sýndi þá er nú þetta þannig með sko að þessi svæði eiga að vera í forgangi. Það er alveg skólalegir og annað, en ég get svo sem alveg sagt ykkur það að ef þið myndir mappa upp einhverjar ábendingar varðandi forganginn, koma með einhverja stíga og þá yrði þar bara tekið til skoðunar, það er alveg á hreinu. En svo er náttúrulega fleiri parametrar sem kom inn í þetta, það er bara rísar, tækjabúnaður og mannafli og allt það sko, sem örugglega með endalaust deilum hvort það er of mikið eða lítið, en íbúar í Vesturbænum, þeir tóku svona smá skræns á þessu og sendi inn ábendingar. Og það var brugðist við, ef ég man rétt, meirihluta þeirra ábendinga og svona uppfærður forgangur. Ég bara svolítið duglega að fara og labba allan hana og hef verið, þú veist bara þegar maður er að vinna heima og fínt að fara svona út seinnipartinn.
maður bara, þú veist, maður lappar í hálftíma og það er eins og maður sé búin að vera í 3 tíma. Sérstaklega þessu krapi þessu. Nei, já, þú veist, það er búið að skafa smá, en ekki þessar... Nei. En eins og ég segi, sko, þau komu með svona ákveðnar ábendingar varðandi þessa forgangsröðun alla og það var tekið til skoðunar og brugðist við að hluta. Eigum við þá að senda það, myndum maður bara senda það til þeirra eða? Það sem ég myndi halda að það væri bara best að vera með, sameiginlegt. Já, eða í sitthvoru lagi, sko, ég menn það öllum íbúum frjálst að senda í gegnum ábendingaðin. Já. En ég myndi halda að það veri ákveðin vikt í því ef að ráðið myndi rýna þetta allt og koma með ábendingar og færa svona einhver rök fyrir máli sínu. Ég sé að fólk svolítið að senda inn ábendingar og ég sé þetta á samfélagsmiðlum núna að það eru heilu göturnar að taka sig saman og senda sameiginlega og hver á eftir öðrum. Þannig að það greinilega mikil vakning hjá fólki því að ástandið bara vægast þetta mjög erfitt víða, sko. Og eins og ég segi, það engin töfraöld til og faggalinn góður og fyrirheitin ekkert slæm, en þau borgin búin að missa þetta út úr höndunum á sér. Það komin svo mikið klaki sem að ræðist ekki við nema með stórum og öflugum tækjum og þau bara ekki á ferð, sko. Þannig að þetta bara orðin mjög erfið staða núna, sko. Það orðið frægt vídeós þar sem að ég og dóttirinn og konan fórum út það var risa pollur fyrir framann ræðendurinn í okkur. Já. Fór í veiðivöðlur sér á, hann hún var alveg þurr og fín, sko. En vorum í slagværi að losa úr niðurfalli. Þegar ég veit hvað þau eru og losa á veiturnar á sumrin. Það eru 4 sem ég passa upp á hana, ég með svona spjót. En þú veist, eina þakklætið ég fæ íbúarnir, þeir stoppa á veiðvámenni og maður sér á alla til eins og mikið rigning. En næsti gaur daginn eftir, hann kom eins og varst að tala áðan og skóf fyrir niðurfallið. Þú veist, ég voru búin að 2 tíma í rokarigningu, rennbraut, ég var með jeppan fyrir til að hafa skjól, sko. Og vatnið fór að mestu, en svo kom hann morgun fyrir leikskólan, sko, sem ég skildi vel, en hann skóf bara fyrir. En þetta var stór bíl, hann hefði alveg getað tekið alveg upp við kantinn og tekið klakan, sko. Þetta þessu stóri sem út á þjóðaðanum, sko. Það spurning hvort menn að fá borga fyrir hverja ferð í götuna eitthvað, þessi verktakar, þetta eitthvað mjög skrítið. Mér finnst þetta mjög fljótir yfir götunar eitthvað. Mér finnst það er nokkuð sem svarar mér hratt á ábendingarnar sem búa rétt hjá mér, bæði með snjómoksturinn og sláttinn. Og þegar þeir segja, já, það var einn að moka og einn að slá. Og þegar ég veit að það hefur ekki verið hvorki slegið en ég mokað, eins og þú sem aðan, þeir rétt taka fönnina sem fór ofan á klakan og búið. Það ekki mokstur. Það sé svona í smá kant. Já, þú veist, ég grunnaði á að eins og sérstaklega með sláttinni fyrra þegar hann sagði, já, það var byggt frá Karlist þarna bara fyrradag. Og ég sagði, nei, ég var nákvæmlega með stöndum og tók mynd og svo sendi þeim aftur. Það var enginn sem slóði þarna, sko. Það hefði sést. Ég held að allar svona ábendingar, ég held að þeim sé bara vel, sko, bara tekið fagnandi. Og sérstaklega út af því að það náttúrulega í einhverjum tilfellum, ég er ekki sérfróður í þessa þjónustu, þá náttúrulega í einhverjum tilfellum þetta verktaka, sko. Og sem ekki að stoppa sig. Nei, sem ætla má með þessa lýsingu. Þess vegna svona eftirlit íbúa, það örugglega bara gulls í gildi, sko, fyrir borginu. En ég er alveg sammála því að við þurfum að, þú veist, mér finnst að allavega kannski búið það kannski þá spurning hvort að hver getur tekið sitt svona nánasta umhverfi og sér. Fólk svo beint í mínum huga, sko. Ég skilur þetta fólk sem með börn í skólum og annað svona. Já, ég er náttúrulega ekki með neitt börn í skóla, en ég bara sé börni sem að hjá. Þetta aðalleiðin þeirra að labba, sko, og þó þessi unglingar, þú veist, þau eru að fara upp í spöng í matartímanum eitthvað svona. Þetta náttúrulega bara svo leið sem þau fara, þannig að... Bara að gefa menn sér til. Já, þá sendi ég bara ábendingu. Þetta sem sagt bókun þér á mig. Já, bara þeir sem vilja vera með og náttúrulega sterkt ef að ráður allt með, sko. Ég get alveg stunda síðasta setningin í reilhljóttru, sko. Já. En mér líst bara, þetta bara fínt, sko. Bara eins og ég segi, ég gerum alveg grein fyrir því að það ekki töfraorð og töfralaust til og snjórinn guður ekki upp, sko. Þú veit svo allir, en það Þú stjórnum ekki snjómagninu eins og ég sagði. Nei, ég séu betur undirbúin á næsta vetri, það næst að það gerist.
Ég held Kannski það. einhver svona neyðaráætlun. Já, verður að vera eitthvað plan, menn hljóta ekki að lært að þessu. Já. Takk. Já, er þá allir samþykkir, þetta er þá frá ráðinu bara, eða hvað? Já. Frábært. Afsakið. Það vona bara að verði hlýtt í nokkar Ég var einmitt að spá hvernig spáin sko, þannig að það, já. Næstu viku. Þá er heitt. Það er fram í næstu viku. Ok, það kannski verður ekki farin helgi. Ég og Berglind verðum með samúðarverki þá fram að helgi allavega. Já. Með bílum. Já. Ó, þegar bara skrapa, það verður alveg í gegnum á. Já. Er þetta við næsta liðið? Er það ekki næstu liður, þá er þetta afgreitt og þá er það bréfþjónustu og fjóri liður, bréfþjónustu og nýsköpunarsviðs vegna endurskoðunar á þjónustustefnu og nýsköpunarstefnu Reykjavíkurborgar til framlagningar. Þetta, við fengum þetta sent, ég veit ekki hvort mann hafa lesið þetta eða reyndi yfir þetta og hvort mann hafa einhverja skoðun á þessu. Vil ég eitthvað tjá fyrir þetta, orðið er að það var laust. Já, það var talað að þetta ætti náttúrulega að vera mest rafrænt og þá bara hugsa ég hvort að þeir sem að eru ekki til dæmis með rafrænskilríki og hvort þeir hvort það mun ekki vera til gátt fyrir þá af því þetta á svo mikið að fara á netið. Ég var svolítið svona og eins hvort þetta sé á fleiri en einu tungumáli. Mér langaði svona að vita. Já, mætti vera á. Ekki alltaf svona fleiri Það er í það minnsta svona... Enska og pólska. Já, það held ég að það er í það minnsta... Það eru margir ekki með rafræn skilríki. Það eru 4. Mamma mín er eina þeir. Það eru helst eldri borgarar. Já, þess að var ég búin að vera einhvern með, þú veist, hvort að, þú veist, einmitt þetta kannski, og þeir eiga kannski erfiðast með að koma, þú veist, hvort það væri eitthvað, hvort það yrði svona eins og er bara í vinnunni minni og á fleiri stöðum þá er sérstaklega svona ellinúmer fyrir þá sem að, eins og í bankanum, þá ertu bara sér númer til þess að hringja inn í, hvort það væri hægt að vera með eitthvað þannig eða hvernig væri hugsað að koma til móts við þá sem að svo kannski er fólk, þú veist, það getur verið blind eða alls konar einhver sem að, eða það falla það er ekki með, þannig að hvort það sé eitthvað hugsa fyrir því. Skýr maður bara sem pappir, ég átta mikið á hvort þetta komið til framfæringstar eitthvað. Já, það er sagt að eiga að stýra svona mest í þessa rafræna og sem ég skil eins og hún kynnti fyrir okkur hérna daginn. Þannig að hérna þá maður bara hugsa, ok, er ég verðsettur, þú veist, ef ég þarf þjónustu af því að ég er ekki með, get ekki farið þessa leið. Þú veist, já, það er svolítið svona, eða er þjónustan, myndi það einhvern veginn koma til móts við? Ef ég mætti skjóta inn í, þá eru þetta góðar og gildar ábendingar. En þið sjáu hérna að það er aðgengis- og samráðsnefnd í málefnum fatlaðs fólks færir sig drög til umsagnar. Já, og öldungaráði líka. Og öldungaráði líka. Já. En og ég myndi ætla að... Við tökum þetta örugglega fyrir öldungaráði. Við erum hér með formann öldungaráðs hérna. Nei! Og þannig að út frá þessu vinklum sem þið nefndir, þá myndi ég ætla að þessi ráð myndi targeta þessi mál. Ingibjörg, gjörðu svo vel. Þú ert mjútuð held ég, við heyrum ekki yfir. Já, maður þarf að draga þetta niður. Það er rétt aðeins að benda á að þó að það sé verið að gera umsóknir rafrænar og þar með að auka þjónustuna, þá getur fólk ennþá sótt þjónustu með hefðbundnum hætti. Þannig að það á ekki að verða til þess að einhverjir verði út undan. En eins og til dæmis með viðskiptavini velferðarsviðs að þá er þetta alveg svona 10–15% sem ekki hafa rafræn skilríki. Það er aðeins spennta, takk. Takk fyrir. Já, það er margir.
Það má eiginlega aldursgreina það líka, sko. Samt ekki. Samt ekki, það eru sumir sem bara vilja ekki vera með. Já, vilja, já. Það er ekki mörg %. Þú sér 10–15%, þannig það eru... Já, ég segir maður sem vilja það ekki, sko. Nei, já, það eru alltaf einn og einn svona sem að... Já. Það er bara þannig og fólk verður náttúrulega bara... Já. En auðvitað það verður að vera, þetta er bara kannski til að lágmarka þá vinnu sem að fylgir því að vera í símanum. Þetta er þá bara þægilegt fyrir þá sem að vilja og bara geta afgreitt sér sjálfur að mestu leyti. En þjónustan verði áfram. Það er sama bara og auðvitað öll önnur þjónusta, bara sem að er í þetta er bara eiginlega svolítið svona spurning, sko, já. Það er eitthvað villandi greiðin, það er ekki að hringja eitthvað inn og hafa ítt og þetta til að gera þetta og svo getur það getur líka verið svolítið, ég veit eina sem að það hringja ítt og eitt til að ná samband og svo þurftur að ítta aftur til að ná samband við aftur. Eitthvað annað svið og eitthvað. Eða fyrirtæki með hvað sem þetta, sko, þetta er mjög leiðilegt. Og svo endalist vera töð í manni að þetta fá það ensku með ítt og þetta og... Já, vil einhverju fleiri tjá sig þetta? Er það hægt á venjulegum heimasíðum eitt og eitt? Ég er svo gaman að ég var eitthvað með líka, og svo hafði ég skrifað þetta munu notendur koma að þjónustustefnunni ferlinu, skilurðu, er þetta eitthvað þannig uppbyggt eða er þetta bara, sem sagt, mega þeir koma með eitthvað input í hvernig ferlið af því oft veist bara, fyrirtæki oft að gera einhverja stefnu og það að gera svona fókushópa og hérna, þannig að mér er að vita, er eitthvað svoleiðis? Já, þetta er opið samráð. Það er hægt að það geta allir borgarbúar komið með. Já, ok, það er það. Hérna innan Betri Reykjavík. Ok, gott að vita það. Það er hægt að koma umsagnir alveg til 10. mars. Já, ok. Já, þannig að þetta sé ekki góð ferli, sko. Já, ég bara... fólk bregst við einmitt. Já, og pólsku líka. Já, ég sé það. Já, þannig að þetta dekkar svona flesta hópmæli. Já, alla. Gott að vita að, þú veist, maður bara spyr á meðan maður veit ekki. Já. En þá er því það minnst að þetta er forsíðan á Betri Reykjavík. Já. Og þá er hérna... Já, ok. Við sjáum hérna líka þetta er þá opið samræðum atvinnu- og nýsköpunarstefnuna sem þið fenguð, var það ekki á síðasta fundi eða hvað síðast? Já. Ok. Svo maður stendur sjálf að segja mun ekki bara hér sem ég fekk þessa kynningu eða var það öllungar á þetta? Já, og fyrir þetta sem tvisvar. Já, það er oft sem að það sem við kynninguna tvisvar. Ef enginn vill tjá sem þetta mál þá segjum við bara þessu lið nr. 4 lokið. Næst þá 5. liður, málefni hverfisins. Er einhver með eitthvað þar? Ég held að það bara verið farið ágætlega við Bryggjuhverfi hérna áður. Leið Valgerða verið. Já, Valgerða, já, ég gleyma að horfa. Já, af því það er öskudagur, þá finnst mér alveg algjörlega bara liggja beinast við að við gerum einhverja rósun, bókun undir þessum lið til fyrirtækja í hverfinu. Ég fór með yngsta ungan frá mér og vinni og röltum upp í Spöng og fórum með nokkra staðum hverfið og bara það var til fyrirmyndar hvernig fyrirtækin tók á móti unga fólkinu okkar. Frábært, já, það má senda það rós, það sé óvillust, það að útbúa... Kemur ekki bara með bókun það eða? Ég skal gera það. Ok. Gott. Er einhver fleiri mál sem við vilja ræða undir þessu lið? Já, mér langar svolítið að vita hvort það sé einmitt líka til eitthvað svona eins og bara með göngustíga og allt hitt, eitthvað ferli varðandi losun á gámum og losun á ruslafötum sem eru á staurum. Ég held ég sé búin að senda 50, ég veit ekki hvað marga, ég bara hundabúkurinn út allar tunnur. Svo líka þessi græni tunnur þegar verið að sparka í þær? Já. Og það sparkað niður, þannig að það svolítið svona, eitthvað til eitthvað, eða þú veist, þess að segja svolítið, ekki til eitthvað svona lítill bíll, eins og þessi sem riður göngustígana sem getur farið og tekið þetta kannski bara í leiðinni. Það er ófært. Já, en þetta var líka við á sumrin og bara, þetta ekkert eitthvað sem bara
Ég veit að einhvern veginn tók þessu umræðum með tunnurnar hérna, minnir mig, og það verið að skipta Hektor og... Í þessar festar, þessar stærri svörtu. Það miklu betur. Já, en það þarf samt að tæma það. Já, það eru tæmdar, ég man bara ekki hver hringurinn en það ákveðin vinnuregla með það og það þarna á... Það kom inn á Facebook líka. Þetta í það minnsta sorphirðu dagatal, en ég held að þetta sé hvenær þetta sótt heimtíðin. Já, ég alveg með það Ég ekki viss að, ég þekki ekki nákvæmlega til hvort að þetta sé aðgengilegt af vefnum, hvernig hringurinn á sorphirðu í borgarland. Ég veit ekki, en ég veit við gerðum einhvern fyrirspurn og það þessi ákveðin hringur sem farið bara borgina og þú veist, en við getum sett upp á hverfismiðstöð, bara fyrirspurn Já, ok. Já. En það munar rosalega miklu á þessu svörtutunum að það svo miklu stærri. Já. Þannig að maður finnur Svo líka ekki verið að sparka í þar og Nei, nákvæmlega. Og græna og þetta alltaf mjög. Svo ég mætti líka stórt inn í einhvern tímann fengum við kynningu frá skrifstofu umhverfisgæði í öðru íbúðaráði. Já. Út á, kannski ekki alveg tengt þessu, en þá var komið inn á þetta. Já. Og það komið inn á þetta ákallum fleiri og fleiri ruslatunnur. En það var bent á, það örugglega hægt að eyða meiri peningum og fjármagni í slíkt. En það var náttúrulega, það var þjónustundið allt. Og það kostar náttúrulega líka þá væntanlega meiri pening. Þannig að það var bara bent á þetta á móti, þannig að fólk hafi heildar myndina verið fram á sig. Já, en svo líka kannski má svolítið horfa til þess, alveg eins og með göngustígan og annað, að á sömu stöðum þetta, meira, fólk hendir á ákveðnum stöðum kannski. Og maður sér það alveg, sums staðar kannski ekki mikið í tunnunni, á meðan að annars staðar alltaf fullt og maður alltaf að senda út af sama staðnum. Það sé fullt tunnan. Þannig að þetta kannski, það þarf kannski líka með sums staðar að vera græn og sums staðar svört, eða fattið mig. Af því að, og þetta náttúrulega rosa mikið, einmitt, hundapókar. Og ekkert út af það að setja, og það bara mjög gott. Fólk þá að nota tunnunar, en það verður þá líka að geta notar og ekki hendi í kring eða, Ég kannski tengt þessu en samt ekki. Ég held að Árni ruslamálaráðherra, við vorum að ræða Grendastöðin einhvern tíma, þá kom hann allavega inn á það, hann Friðrik, að þá allavega fylgjast þeir mjög vel með hversu hratt þær fyllast og þeir mæla þyngdina og þá reyna að stilla þetta af eftir hversu hratt þetta fyllist, hversu oft þetta er þjónustað. Því það get ekki nákvæmlega varandi þessar minni tunnur úti í hverfunum. Nei, það alltaf ég held bara... Það ekki rétt hjá mér? Jó, hárrétt. Og það einmitt núna á hverfa síðunum allir að tapa sér út af pappa og plastgámunum því þeir hafa greinlega ekki verið tæmdir núna mjög marga daga og hugsanlega veikna skeið. Þannig að það liður í því að það ekki greinlega í áherslunni hjá snjómokstursplaninu að hreinsa frá þeim. Þannig að hreinsunarbíllinn getur ekki tekið á. Þetta allt saman keðjuverkandi. Þannig að þetta einn af þeim liðum sem ég ætlast til að borgin taki til endurskoðunar. Það náttúrulega að koma eitthvað betra ferli á þetta allt saman. Það ljóst. Það ljóst. Svo bara ég meitt að loka. Það var að ég fór nú á þess að íbúi Grafavogi og ég fá mikil umræða þessa bálstofu. Já, sem fyrir hug. Eitthvað sem að, þú veist, ég hef ekki maður persónulega móti því að þetta er bara eins og rusl, við erum búin að vera með rusla í mörg ár. Þannig að ég hef ekki áhyggjur af því. Mér finnst frekar, þetta ætti frekar passa þá við að vera á þessum stað, kannski, við kirkjugarð, hvaða kirkjugarð sem það er. Og, þú veist, það vill enginn hafa þetta, en allir vilja fá þetta. Og þannig að ég bara væri upp á þetta, þegar fólk að tala með einhverja lykt, eitthvað sem að sannar það, komin miklu betur, þannig að maður kannski við hefði viljað fá pínu, að vita meira þetta, af því að það er svo vont þegar fólk slengir einhverju fram og það er á móti og maður ekki með allar upplýsingar. Svo líka þessir
Valgerður, svo Já, fyrirgefðu. Valgerður, Ég gleymi þeim. Já, ég líka því. Já, takk. Takk fyrir að koma með þetta mál upp, Anna. Mér finnst bara mikilvægt að ráðið fóðu kynningum. Af því að þessi Ég væri bálskóla... hægt að óska eftir því bara á næsta fundi, þá var það frábært. Já. Sammála. Í hvað 1905? Nei, hún er eldri. Ég veit ekki hvað er gömul sem er niður í Fossvogi. Þannig að þetta getur verið allt nýtt. Það er komin allt nýtt tækni í dag. Það er gott að fá kynning á því bara hvernig þetta virkar og ég held ekki að það eru filterar og mikil hiti þannig að þetta verður ekki að neina held ég. Nú veit ég svo sem ekki nákvæmlega, ég sá svo sem eitthvað fréttaflutning á þessu hvar þetta máli statt, hversu langt þetta komið á rekspöl. En það er alltaf búið að samþykkja þetta ekki, ég skildi það þannig. Að þetta ætti að vera á þessu stað. Já. Þá bara, við bara könnum þetta. Og ef við getum ekki kynningu þá næsta fundi þá verður það? Já, það er alltaf spurning svona með hliðsjón af því. Þá voru þið búin að ræða á síðasta fundi að fá kynningu á þéttingarreitum og áform í Grafarvoginum. Skulum hafa það í forgangi samt? Já, það er bara spurning. Við þurfum að dreifa þessu með einhverjum hætti, eins og við sjáum núna fer ekkert sérstaklega vel að við verum með fleiri en eina kynningu á fundi. Þannig að en þetta fer sannarlega í búka. Er það ekki bara fínt? Við reynum þá að taka þéttingarreitin allavega næst. Já. Og hitt á bara næsta fundi þar eftir. 1. maí. Það er síðasti fundur. Já, svo bara kosningar og... Já. Það bara breytist ýmislegt. Já. Fyrst ég hef ykkur öll á línunni þessar hugleiðingar með þéttingarreitina og fá kynningu á því. Ég meina það var ekkert svo sem meira á bak við það. Þið viljum bara fá samkvæmt aðalskipulagi kynningu á þessum þéttingarreitum sem eru þá í Grafarvogi samkvæmt aðalskipulaginu. Já, og þú veist, af því að ég veit ekki, þú veist, maður, þú veist, þegar svona þá koma þeir með einhverja kynningu og leggjum við það bara fram spurningar eins og við vorum að gera núna bara á staðnum eða er betra að vera að koma með spurningar? Já, þið með eitthvað sérstakar hugleiðingar í aðdragandanum þá er svo sem ekki til fyrirstöðu að koma þeim á mig og ég mun þá koma þeim áleiðis til að auka líkurnar á því að fundir verði upplýsandi. Já, eða ekki. En svo veldur það kannski á hverju tilviki fyrir sig hvort að það verði eitthvað vinsælt. Eða verður eitthvað sérstakur þéttingarreitur? Eða hvort að viðkomandi sé í stöðu til að svara því nákvæmlega. Já, ok. Það er bara koma frá framfæri. Ef það er ekki fleira... Jú, fyrirgefðu. Ég er með smá lista frá þessum skólum sem ég er búinn að poppa upp hérna. Það er einn skólinn hérna, Hamraskóli, er að tala út á skíðalyftunni. Kannski er að minnka núna en það er svo lélega merkingar bílastæði og aðgengi. Það er náttúrulega þröngur húsagötur og það er þvílíkt álag á leiðum þangað. Þannig að þau eru að spyrja hvort þau geta eyrnamerkja betur stæði þá í kringum dalhúsinni og merkja þá hérna í skíðalyftan. Þannig að það er allavega svona henda því í búkið. Já. Og þetta laga þetta eitthvað. Eitt skildi, skíðalyfta, bílastæði. Skíðalyfta, já. Já, það er bara hvernig við komum því á framfæri þá. Myndum við leggja fram bókun eða hvernig? Já, það var alltaf að gera eitthvað lilla bókun bara um það. Þú orðað það einhvern veginn. Já, hún er bara henni liður 2, ég get bara sendt þetta. Já, ég get alveg stutt það sko. Þessi bara, ég þarft. Það er alveg komið fólk í hverfið sem ekki veit þessa skíðalyftu og ég hef séð fyrirspurnir þar sem að fólk er að veltaði fyrir sér hvar hún sé og hvernig sé hægt að koma að henni. Þannig að kannski getum við hvatt borgin til þess að koma með kynningu á henni í Grafarvogsblaðinu og þá einmitt eins og Baldur segir hver er best að koma að henni og leggja bíl og annað. Og þegar við erum komin á stað þá vita hvert er að beygja sko. Já, einmitt. Það er góður punktur. Þjóðþrifaráð og svona. Ég sendi þetta bara. Yes. Já.
við getum svo sem bara lokað þessari bókuna eftir ef við halda áfram. Það þá bara, ekki bara næsti liður, með 6 umsóknir vegna Summaborgarhverfin til afgreiðslu. Það lokað. Þá lokar á umsendinguna. Og umsóknir í hverfisjóð, þetta nú eiginlega náttúrulega sami liðurinn, ekki meira að minna, en kannski ekki. Þú segir bara til þegar þú vilt stoppa streymið? Já, ef ekki að stoppa streymið núna bara og taka fyrir lið nr. 6, umsóknir í Summaborgir. Það er einhver